Börkur Reykjalín Brynjarsson, velkomin. Takk fyrir það. Já, byrjum á því bara, hver ertu Börkur? Já, hver er ég? Það er náttúrulega alltaf, maður byrjar alltaf að hugsa vinnuna, hver er maður? En ég er nú að vísu bara maður sem ég vil gera heiminn betri. Já. Og ég vil láta gott að mig leiða og koma góðum hlutum áfram. Og það er svona kannski það sem er svona minn grunnur í heildina en ég vinn hjá Eflu verkfræðistofu og er verkfræðingur hjá þeim og bý í Danmörku núna og en er svona bý á báðum stöðum getur maður sagt en lögheimilið er úti. Já. Og þannig ég er svolítið á flakki. Einmitt. Þú segir einmitt vil ég láta gott að leiða og hjálpa fólki og svona koma aðeins inn á það sem að gerist 11. apríl núna á laugardaginn. Já. Þá er ég semst að fara að halda í 7. skipti hlaup fyrir Píeta samtökin og þetta hefur svona gengið ótrúlega vel gegnum tíðina. Ég hef náttúrulega fengið dásamlega hjálp fyrir 2 árum til dæmis gat ég ekki haldið hlaupu og þá komu 2 stelpur og höfðu samband og Auður og Dóra og þær spurðu hvort að þær mættu hafa þetta og voru þá með þetta í himnastegunum þannig ég fengi alveg frábærar undirtektir Fyrsta árið þá hlaupum við 100 kilometra á hlaupabraut 250 hringi, ég og einn annar og síðan næsta árið þá var það marathon og svo 3. árið eitthvað minna og svo svona núna snýst þetta það að fá fólk bara svona upp úr sófan. Já. Bara að fá fólk til þess að hreyfa sig aðeins að átta sig á því fá fólk til þess að líka átta sig á því hvað Píeta samtökin eru. Þarna ertu með samtök sem eru bara með vinna alveg rosalega gott forvarnastarfi í varðandi sjálfsvíg og sjálfsskaða og eru með mikla þjónustu gagvart þeim sem að hafa mist fólk í sjálfsskaða eða í sjálfsvíg og ég þurfti að nota á sjálfur í vetur og bara það bara ótrúlega að ringja þarna og bara fá þegar maður er gjörsamlega niðri og veit ekki alveg hvert maður á að fara og hvað maður á að gera og finnst maður vera ómögulegur að ringja þarna og tala við í mínu tilfelli konur sem að svöruðu mér í þeim tilfellum sem ég hringdi og alveg bara virkilega dásamlegt að tala við þau og það er bara hlutu sem að mér finnst einhvern veginn bara fólk þarf að vita af því að annað í þessu er náttúrulega þetta að við kallmenn erum góður í því að þegja hlutina í kaf og ég komst á þann stað út af því og en þarna færði að tala við fólk sem að bara veit hvað það er að gera og nær að koma þér í skilningum það að það er eitthvað gott og það er einhver að bíða eftir þú þarf líka að muna það að þú ert ekki einn það sem þú gerir það hefur áhrif á aðra Einmitt, það er ansi margt þarna sem var í gaman að kryfja aðeins betur já, ef við kannski bara byrja á aðeins, ef þú ert til í að segja okkur aðeins, hvað verður til þess að þú kemst á þann stað að það er bara ansi lítil von einhvern veginn, hvað gerist? Þetta hefur 2 ára, eða þetta hefur einhvern aðdraganda, ég veit ekki hvort sé 2 ára eða 5 ára eða hvað en svona ég átta mig á því þegar ég fer að vinna í mínum málum, ég sem sagt leiðist inn í það sem að flokkast undir spilafíkn eða þetta er sem sagt day trading sem ég er í og það bara virkar eins og spilafíkn átta mig ekki á því fyrir en síðasta haust að það sé vandamálið en fyrir 2 árum er ég sem sagt
svolítið búin að keyra mig niður í kulnun og þunglindi og svoleiðis með fyrirtæki sem ég var með, fjölskyldu fyrirtæki og ég hafa búin að vera mikið í hlaupum sjálfur, var að þjálfa hlaupahóp og svoleiðis og þannig haustið 2023 þá ákveðum við að loka fyrirtækinu og að þetta sé bara þetta sé komið gott í því sem ég er að gera þarna og bara fyrir að þetta er að keyra mig út og og áramótina þá sem sagt lokaði fyrirtækinu og þá hafði ég líka tekið hlé á hlaupunum sko sem voru þarna þá 2 póstar áramótin sem voru dottnir út og þannig séð og það var bara tómleiki einhver framundan það var ekkert að grípa í þannig ég svona hugsaði með mér að ég átti þarna einhvern pening eftir í fyrirtækinu og þyrfti að láta hann vinna fyrir sér og byrja nú á því að láta svindla á mér sko og tapa einhverju 1,5 milljón á því og síðan þarna 2 mánuðum seinna þá átti ég á hlut sem að heitir day trading eins og ég segi og þannig taldi ég mig vera búin að finna eitthvað sem að þú veist, það sem ég gæti unnið upp þetta sem ég tapaði og þá byrjaði bara eltingaleikur sko og ég vann upp, ég tapaði og þetta en ég heldin að tapaði ég yfirleitt meira heldur en ég vann þannig að og þetta var þarna var ég að halda leynd það var skömm það var þessi ótrúlega þráhyggja að reyna að ná þessu sko og svo skömmin sem fylgir því það að þurfa að viðurkenna það að þú sért svona vitlaus sko þú veist ég búin að ég vinn í vinnu þar sem að ég veit alveg að ég er að gera góða hluti sem verkfræðingur og svo dregst maður inn í eitthvað svona þú veist, þetta er svo maður bara hugsa hvernig maður sem að ætti að heita að vera þokkalega skynsamur akkur gera hann þetta og ég bara, það er ekki nokkuð séns að ég þóra að segja nokkrum manni frá þessu sko, ég reyna að fela þetta eins og ég get og þetta er bara fer út í það að kallast fíkn og þegar ég fer að skoða það nánar þarna september, október í fyrra þá sé ég það og ég sé svo líka ég kem svo á þann stað að ég get ekki falið þetta lengur ég náttúrulega þetta voru svona, maður var að velta kreditkortaskuldum og eitthvað svo leiðis þannig ég náði því ekki lengur og þurfti þá að opna mig þetta og það náttúrulega fór illa og maður svona var ekki þannig að eða fór illa á þann hátt að ég náttúrulega var að svíkja manneskjuna sem stóð mér næst mjög mikið og það bara var bara mjög vond og fyrir hana og fyrir mig og við bara erum þannig séðan þá að vinna í því en það að vera síðan valdur af því að gera annari manneskju það sem að gera þetta verður líka erfitt sko en ég tek þá ákvörðun þarna ég sko þá tek ég þá ákvörðun að fara í það að vinna í mínum málum þá þú veist bara út af því að þetta flokkast sem fíkn þannig að við kem hérna heim og eða sem sagt við byggum í Danmark og ég fer niður á S.A.A. og fæ viðtal þar og það fer síðan í grunnmeðferð bara áfengismeðferð sem er svona til þess að átta mig á og læra á fíknina og sæki þá svona spila fræðslu sem þeir eru með og og síðan áramótina þá kom meiri eða núna í ári kom meiri fjármagn inn í spilafíknar hlutan þannig að það bara það verður meira en vandamáli við þessa fíkn er það að hún er svo falin og það er svo auðvelt að fela hana og það er 20% spilafíkla sem leita sér hjálpar og og erfiðustu fíknirnar eru sem sagt spilafíkn og matafíkn því að þetta er tvennt sem að þú þarft alltaf að vera með þú veist, þú
þú lifir ekkert daginn af á þess að borða eða á þess að vera með pening og þannig að maður svona en það hægt að sækja sér hjálp og það bara virkilega mikil og góð vinna í gangi með það þegar maður kemst inn í það sko og það bara svona geðafundir og Gamblers Anonymous fundir og þannig að það bara virkilega margt þarna sem að hægt að sækja sko og fyrir ekki að ég bara ætlaði að fá að segja sko bara þá koma aftur inn á þetta með Píeta og náttúrulega í þessu sko þú spurur hvað var sem að kom mér þarna niður það var þetta, það var þessi skömm þessi sektarkennd og það að hafa gert þetta og gert sjálfur mér þetta og minni nánustu og og það svona sko málið það ég sem sagt var búin að hugsa það hvort ég ætti að fresta Píeta-hlaupinu út af þessu en þegar ég áttaði mig á því að ég þurfti sjálfur að nota þetta núna að þá hugsaði mér að ég verði að halda þetta og ég að halda þetta í 7. skipti eins og ég segi og eða ég náttúrulega með aðstóð en maður bara það bara virkilega nauðsynlegt og þá ég bæði það að hafa batteri eins og S.A.A. fyrir okkur og líka að hafa Píeta-samtökin og fyrir að þetta bara ótrúlega magnað að geta hringt eitt símtal ég meira þess að gugnaði á fyrsta símtalinu sem ég hringdi einu sinni skellt á bara hálfri mínútu setna þá hringdi tilbaka þannig að bara og þá fekk ég að vita það að þú sleppa engum En sko ég ímynda mér að þegar að þú ert farin að velta þig fyrir þér hvort að þú að hringja að það sé alls konar hugsan þú veist, ég ímynda mér úr að hugsa er ég ekki að gera mikið úr þessu hvað ég eitthvað þú veist, nefnir aðeins að fara yfir það þú veist, aðdragandinn nú bara nú hringi ég Já, þú segir það ég þetta náttúrulega bara partur af sem ég svo búin að vera að lesa og skoða og það allt saman hugsunna eftir kallmanna að þú veist við erum ekkert að hringja í annað fólk til þess að vera að segja frá hvernig okkur líður sko og ég náttúrulega er uppvælinn við það að ég ger allt sjálfur sko og sama hvort það er að gera við bílinn minn eða byggja húsið mitt eða þá hvað þá þetta líka sko þannig að já, þegar að ég þú veist og það er ástæðan fyrir ég gugna á símtalinu sko, eða þú veist, skelli á ég er alveg gjörsamlega búinn á því ég gat ekki komið upp orðið þegar hún hringdi sko en þannig að það var virkilega erfitt að taka þetta samtal sko en mér fannst að hlýta að vera einhverjum sem liði verið en mér Já. Það er akkurat það sem að svona hugsunahátturinn að maður þú veist, þú veist, eins og þú segir sko, hvað er ég að ringja þarna skilur það hlýtur að vera eitthvað en ég var nú samt smáður búin að fara og skoða aðstæður skilur hvernig ég gæti gert þetta og en ég svo þú veist á þeim tíma og hefur alltaf verið þú veist ég held að það hafi hjálpað mér og það að ég sé búin að vera að halda þessi Píeta-hlaup fyrir að það gerir það að ég er búin að vera að kynna mér þetta og ég á 2 vini sem að hafa tekið líf sitt átti 2 vini og ég á vin sem að hefur verið búin að plana þetta alveg í hörgul og og búin að ákveða það að börnin hans væri betur á sig komin án hans og alls og leis og svo þekking skilur að hefur gerði það að ég vissi það og ég vissi hvernig þetta fór með foreldra eins vinur minn sem tók lífsitt og og ég á börn líka og svo náttúrulega konu og þú veist, þannig að maður
bara, og foreldrar mínir, veist, ég ætla ekki að fara að leggja þetta á fjölskylduna sko. Veist, ég á systir líka og svona, þetta veist, maður bara, það sem við þurfum að muna líka, að það það að ef að þú gerir þetta ekki bara þú, skilur, og þú ert í raun og veru að varpa vandamálunni yfir á aðra í kringu þig. En eins og að því að nú tók ég fyrir nokkrum árum, tók ég viðtal við Tómas sem sálfræðingur, hann svona búin að vera mikið að rannsaka mitt þunglindi og svona sjálfsvíshugsanir og hann svona lýsti því sko að þessi hugsun sem að þú lýsir, þú veist, ég vil ekki vera að varpa þessu yfir á þau að fólk upplifa oft þau eru betur á sig komin án mín, þú veist, ég byrði, ég fyrir, þú veist, ég einskis nýtur, eitthvað svona, þannig að hvernig nærðu að snúa og fatta, heyrðu? Sko, ég hef alveg verið þarna að vera einskis verið og vera einskis nýtur og finnast allt vera tilgangslaust. En sko, hvernig ég næja að snúa því hefur eiginlega meira með það að gera að ég næja sko að muna hvað þessi vinur minn sagði við mig sem var komin á var búin að plana þetta allt saman. Maður sem slökkviliðsmaður, sjúkraflutningamaður, búin að sko bæði tala fólk niður og taka fólk niður úr snöru. Þú veist, hann var komin á annan stað sko. Þetta er svo fáránlegt sko. Og þannig að en ég næ, ég sko blessunlega hef ég kannski ekki verið komin það langt í hugsunni, ég veit það ekki, en ég hef samt búin að sjá alveg fyrir mér og búin að fara á staðinn þar sem ég geti gert þetta og eitthvað svona sko, en ég finnst það pínu óþægilegt að vera að segja þetta svona en ég næ alltaf þeirri hugsun, þú veist, að ég á 3 börn og ég veit að þau elska mig og ég á foreldra sem ég veit líka elska mig og svo á ég þessa konu sem að ég náttúrulega var að svíkja illa og það, þú veist, en hún elska mig líka og ég bara þarf að, þú veist, kannski það líka það sem að, þú veist, við erum líka átt okkur að þetta, að margt þarna í þoku, þú veist, það margt svona sem rennur saman í hluti saman, sko. Þetta líka hluti sem mér var sagt í símtölunum við samtökin, sko. Og en já, þetta var svona hvað það er, ég veit það ekki, en allavega yfirsterkari tilfinning, það bara myndi ég halda að væri kannski það sem er ofan á í þessu sko. En það er reynsla, ég meina tölfræðin sýnir okkur að það er hlutfall þeirra sem taka sitt eigi líf, kynja hlutfall, það er bara ískyggilega hátt hlutfall kalla 70%. Þú veist, þetta er náttúrulega hrikalegt sko. Það er samt sem áður sko, þú veist, tilraunir til sjálfsvíga konur eru alveg með talsvert af tilraunum en við erum bara með meira afgerandi aðferðir þannig að okkur hefnast þetta betur sko. Einmitt sem að svo sem ég svona reyna að forðast að tala beint kallmennskuna en sko, ég meina þú hefur nefnt það sjálfur, þú ert alin upp við ákveði viðþorf, sjálfstæði, þú veist, finnur út úr þessu og ég man að því að nú var ég lengi sko í AA-samtökunum sko og þar var maður að glíma við alls konar tilfinningar og vandamál sem kom upp og maður átti svona að tala það við félagana eða þú veist sponsorinn sinni eða eitthvað. Ég man hvað ég átti erfitt með þetta, þannig að þegar ég var á vondum stað þá svona fann ég út úr þessu svo nokkrum vikum setna eða dögum eða mánuðum þá svona þarna fyrir daginn þá var ég á vondum stað skilurðu, þannig að við komum og tölum það eftir á þegar við erum búin að finna út úr þessu í staðin fyrir að bara eins og ég upplifði þig pínu, þú ert pínu svona rár, þú ert ennþá svolítið svona að vinna úr þessu og finna úr þessu
og einmitt sagði við mig hérna árunum fórum í upptöku að hérna ég nú kannski aðeins svo snemma að tala þetta og skilur þetta ég meina mögulega það hluti af skýringunni hvers vegna staðan svona þannig ég ekkert og snemma að tala þetta nei, ég meina, þú veist, hvenær ætlar að gera það, skilur nákvæmlega, og einmitt og ef ekki núna þá hvenær, það rétt fyrir að sko, akkurat þetta sem þú segir og veit ég á einn frábæra vin sem ég tala mikið við og hérna búin að bara æskuvinnu minn og hérna og þú veist bara sem dæmi þú veist ég átti held að það verið fyrsti miðvikudagurinn í febrúar sem að var svona minn síðasti svartasti dagur svona reyna að halda bókaldi yfir vondudagana en hérna það var svona algjörlega svartu dagur sko en hérna þá hringdi ég ekki neitt nei, einmitt daginn eftir átti ég svo samtal við Kára Eithors sem hérna, meðferðaðali minn og hérna hann já, og bara þú veist ég talaði við hann þetta og svoleiðis og hérna og síðan í framhaldi því talaði ég við vinn minni en þú veist þetta þarna þú veist átti ég minn versta dag eða ofsalega vondan dag og þá var leysum það með því að bara tala ekki við neitt loka sig af og bara svona býða þetta á okkur og vona það besta þjást í þögninni satt og grét sko, í lengri tíma skilur en að taka upp síman og ringi eitthvað skilur það var eitthvað neina áfrá já, það er eins og við þurfum að hafa einhvers konar verkfæri eða einhvers konar vit það er eitthvað verðist vera of þungt fyrir okkur að bara, ég veit bara ekki hvað ég á að gera þú veist, ég hef bara ekki hugmynd sko. og einmitt, alin upp, ég meina þú ert nokkuð eldri en ég en ég meina ég er alin upp í þessu sko að vera svolítið svona sjálfstæður og skilur allt þetta, þó ég sé nánast fullkomlega óhandlægin og geti valla að bjarga lífið minni sko hérna með höndunum að hvað þá, ég meina eins og þú bara lýsir ég meina að því að þú líka farið í þrótt með, lent í kulnun eins og þú lýsir og ég meina ég veit ekki hvort að þú heyrið það en ég sé hvernig er talað kulnun í samfélaginu það er ekki með mjög svona, hvað ég segja, skilningsríkum hætti sem að tala það nei, ég meina þetta er bara, þú veist, eins og talað skiluru fíkn, ég meina það talað ótrúlega margir sem tala bara þetta mjög mikill vanþekkingu sko og ég skiluru var þarna sjálfur ég meina kulnun kom bara fyrir aumingja þú veist, fíkn er bara fyrir aumingja akkurat þú veist, eins og máu minn sagði ekkert eða fyrirverandi máur að hann sagði þú veist, frekar hætti að drekka en að fara í meðferð sko já talandi að gera hlutina sjálfur akkurat sko þannig að ég meina, ég velti fyrir mig bara þurftur eitthvað staðar að horfast í augu við þú veist, við getum sagt kallmennskuna þína eða allavega þennan hugmyndapakka sem að þú hefur ferðast með í gegnum lífið sko ég byrjaði kannski svolítið á því þarna þegar ég var að loka fyrirtækinu og út af því að þegar ég þá áttaði mig á því að ég sé þarna á þessum stað ég sem sagt fyrir til læknis og kemst að því að ég er með ofsakvíða og þunglindi og ég fæ lyf við því og svoleiðis og þá ákvað ég líka í framhaldi af því að vera opinn með það og tala það mér fannst það rosalega erfitt að fá að vita að ég væri með þunglindi því að það er bara eitthvað sem en það er líklega eitthvað sem hefur elt mig lengi skilur og allt það sko en hérna þá ákveði ég að vera opinn með þetta og ég er eins og ég segi, ég sagði þér líka ég var ekki búin að segja það í viðtalinu en ég er markþjálfi og stend með ágætlega sem slíkur en sko þannig að ég út frá því líka að hafa lært það að þá hugsaði þú veist, það er nauðsynlegt og besta lækningin er að tala hlutina en svo leiðist ég inn í þetta þú veist, þetta day trading sem að ég er ennþá að gera það upp í mig og ég er ennþá átt að með á því og þú veist, ég er alveg búin að viðurkenna fíknina skiluru og sem fyrsta skref í 12-sporunum sko en sko ég á samt erfitt með að hugsa tilbaka og viðurkenna það að ég hafi gert þetta
skilur ég viðurkenni að þetta sé fíkn en það að ég sé með sjúkdóm ég svona að svona, en það ég samt að ég viðurkenni það en ég búið að finnast rosalega erfitt að viðurkenna það en nú man ég ekki alveg hvað við vorum að koma Nei, bara með kallmennskuna Já, með kallmennskuna, það akkurat líka það sem að ég svo tek ákvörunum veist, þegar að ég þú veist, þegar að ég sem sagt fer í meðferð og ég fer í þetta að viðurkenna spilafíknina og það allt saman að ég ákveð það að þetta sé ekki leyndarmál ég ákveð það að ég ætla ekki að fela þetta fyrir að sko ef að ég ætla að fara að fela það skilur þá erum við bara að halda áfram þögninni sko ég vil frekar tala þetta og ég náttúrulega eins og ég segi er að markþjálfa fólk og það hefur verið þó svo að við nú stoppaði gegnum þetta fiasko sem ég er búin að vera í sko en þú veist ég vil geta hjálpa fólki sem að eiga við þessa hluti og það finnst mér bara ótrúlega mikilvægt í þessu og og þannig að á þann hátt sko ég að svona opinbera eða opna mig með þetta ég svona við erum ekkert að minnka kallmennsku nokkað með því sko veist, þó svo við tölum hlutina, við megum það alveg og við eigum að gera það það bara þannig veist, þetta út af því að ég að eiga við þetta þá náttúrulega algoritminn náttúrulega búin að fatta þetta þannig að það alveg hamrað á mér alls konar tóti í kringum svona hluti og það bara þetta bara ótrúlega mikið og ótrúlega sorglegt sko hvað það mikið og að menn eru ekki að tala þetta og heimsvísu eins og ég segi að 70% sjálfsvíga eru kallmenn á 40 á heimsvísu eru á 45 sekúndna fresti einhver að taka lífsitt Já, ég allavega sko hvort sem að við segjum að kallmennskan spila þetta stóra rullu og þá getum við allavega ekki hort framhjá því að þessar hugmyndir sem við höfum það hvernig alvöru kall það ekkert mjög hjálplegar þegar við erum að díla við erfiða hluti og erfiða tilfinningar eða krefandi aðstæður í lífinu þá ekki mjög hjálplegt að vera með þetta, ég ætla að segja bara svolítið svona forna úrelta viðhorfsett sko það bara alveg hárrétt hjá þér við bara erum alveg mjög fastir í þessu gamla viðhorfi sko og ég meina fordómarnir hjá mér eru alveg til staðar gagnvart sjálfum mér sko það er svo fyndið sko veist, maður að rembast við að vera þú veist vera þessi náungi sem ætlar að opna sig og vera að tala það að maður sé með fíkn og sé með kulnun og sé með þú veist, þetta og hitt skiluru og en á sama tíma þá þú veist, finnst mann þetta bölvaður auðmíkskapur já, það alveg gerðilega sko maður samt sem maður þú veist, og það það sem ég vil bara ítreka að það þú veist, við eigum að koma saman og taka spjallið sko og það bara það sem að ég fagna því að þú hafi viljað taka þetta spjall við mig núna sko því að ég, eins og ég sagði við þig sko, ég að fara algjörlega út fyrir þægindaramman minn sko í þessu en bara við vöksum ekkert öðruvísi sko. Nei, ég bara þakkaði fyrir að hafa samband og vera tilbúin í þetta sko, eitt að lokum eitthvað svona eitt sem að þú hefur lært að reynslu sem að þú myndir vilja koma áleiðis til stráka, kallmanna sem að tengja mögulega eitthvað við þína sögu eitthvað svona eitt ráð, eitt triks ég veit ekki hvað ég get kallað triks sko en þú veist bara, það bara þetta ef að þú átt erfitt með að opna þig eða segja hlutina
við magaðin eða við vinniðina eða eitthvað svoleiðis sko findu þér þá eitthvað ráðgjafa eða eitthvað sem þú getur tala við einhvern sem að sem að er svona þangað sem þú getur farið og talað á þess að vera dæmdur og allir þessi ráðgjafar sem að gefa sig út allt fyrir það þeir eru til þess því að þarna er hægt svona að taka tappan úr skilurðu, það er hægt að svona losa getur maður sagt stífluna og í framhaldi af því að þá getur þá farið að byggja upp og ræða þá við fólki í kringu þig sko. Því að ráðgjafarnir eru til staðar til þess að hjálpa þér þú er þó svo að þínir nánustu það er ekkit endilega þínir nánustu sem að eru kannski besti til þess fallnir að tala við en þeir þurfa samt að fá að heyra það síðan hvernig þú hefur það því að það er bara þú veist akkur lætur eins og þú gerir, ég meina það er bara út af því að þér líður eins og þér líður Börkur Reykjalín Brynjarsson, takk kærlega fyrir spjallið. Takk fyrir mig.